gerðina. Það var þegar hann lét blása úr upphókunum og steypa slitla yfir undirhökuna þess elska. Sko, ég get bara sagt þér það, elska mín. Hann hvati, hann er búinn að láta lyfta öllu sem hægt er að lyfta nema heilanum. Og það er bara því hann finnst ekki. Já, ég segi nú bara erfðafurðamaður yfirgefið skerið, ég 150% andlegur öryrki. Ég meina, ég bara fór á þess að kveðja kúknjaprest. Fórst á þess að, hvað segirðu? Fórst á þess að kveðja hvað? Á þess að kveðja kúknjaprest, elska mín. Þetta ofta? Heyrðu, Hver er þetta? Bibba, Já. ertu í fríi eða ertu á Honolulu? Hvar ertu? Já, sko, ég er núna á Honolulu bara í fríi, en ég get sagt þér það, elska mín, að ég er nú eiginlega svo gott sem flutt til Florida. Nó. Já, það er bara, ég fór nú skrapt yfir Nancy og Ron, þeir buðu mér í lunch nefnilega. Sko, ég verð bara að segja, hver þolir svona land? Veistu það, mér finnst svo mikið skortur og kultúrsleysi heima á Íslandi. Það bara halva væri ekki nóg, en Róm var nú ekki byggð á hverjum degi. Þetta sagði nú Matti Bjarnar þegar rak sig í takkan, víst. Anyway, darling, sko, skila bara alveg opbóðslega góðu kveðjum Eddaní þarna til sléttuhundana þessara elsku. Veistu, þetta eru allt jafnaldra minnir. Já, nema Björgvin, hann er auðvitað miklu eldri. En ég þekki hann svo vel, sko, hann er afabróði frænku minnar. Herðu, ég byrð líka agalega vel að hilsa Sigþjóðingafélaginu þarna, ég er svo agalega tengd þeim nefnilega. Er það? Já, við vorum saman í stúku, ég og hann Nonni Sæm, Sigurjóns. Já, Jón Sæmundur. Forseti, já, hann er svo það er synd bara með hann Nonna, ég vona sig ekki að hlusta, hann bara sér ekki hálfa heyrngrið. Sko, hann var alltaf að ganga á dyrastafi fram eftir allri barnæsku. Já. Elsku hjarta. Kistan á ennið, það er nú þess vegna sem hann er með svona einkennlegt höfuðlag. En hann getur auðvitað að fara í aðgerð bara eins og hvati. Heyrðu, elska mín, kistu líka Óla Ragg, einn blautan frá mér. Já, ég kenndi honum Óla að lesa. Við bókstaflega átum úr sama sandkassa upp undir fermingu við Óli. Hefur ekki slitnað hnífurinn á milli okkar síðan? Well, honey, það er nú verið að reka svolítið á eftir mér. Bara eitt, sko, þið verðið eiginlega að gera mig greiða. Sko, ég nefnilega fylgist með öllu sem þessi stöð er að gera þarna. Ég er með disk hérna úti, sko. Og ég er búin að reyna svo óskaplega mikið að hringja þarna inn á bylgjuna, þarna í harmsögurnar á kvöldin. Er hann ekki Eiríkur með svona kjaftasögu fram eftir öllu kvöldin? Já. Heyrðu, mér dettur nú bara í hug, er það satt eða er það kjaftasaga að Kristján Ragnars, Líú, þið vitið að hann hringi alltaf grátbólgin með ekka sofum út útgerðinni þarna inn í hennar þátt, er það rétt? Nei, hann var eitthvað að segja mér, sko ég er nefnilega búin að rembast eins og rjúpa í flægi við að ná í gegnum símalínurnar. Mér dettur í hug, Bibba. Geturðu beðið að hringja í mig bara anytime, elska mín, bara anytime. Mér dettur reyndar í hug á prófið 1. Já. Hringdu í hann Hallgrím Thorsteinsson á bylgjunni. Já. Á laugardaginn. Já. Eftir klukkan 12. Æ, heldur að þýði nokkuð. Já, mundu þetta vel, ég skal bara biðja hann að vera við síman eftir klukkan 12 á laugardaginn þegar þú hringir. Heyrðu, elska, ég gefst þá bara ekkert upp fyrir í bólna nefana. Bye, bye, love. Reyna þetta aftur. Já, bye, bye. Bless. See you. Bless. Það hringdi vinningshafinn innan gæsalappa. Já, hún hefur vinningin, það veist það. Það er alveg hreinar línur. En það